Nú ætlum við að halda áfram með tölfræðina og ætlum að sjá hvernig við flokkum gögn. Hér hefur verið gerð stutt rannsókn á því hve oft fólk borðaði fisk og það var spurt hve oft borðaðir þú fisk í síðasta mánuði. Þetta eru svörin og nú þurfum við að gera gildistöflu. Ef við ætlum að gera gildistöflu þannig eins og við höfum verið að gera, þannig að hver tala fái eina línu, þá þurfum við að gera línur frá 2 og upp í 17 og það er fullt af götum í þessu. Sú tafla er mjög stór og það er erfitt að lesa út úr henni. Þess vegna ætlum við að vinna þetta aðeins öðruvísi. Við ætlum að flokka gögnin saman, búa til svona safnhópa. Það gerum við með því að gera 1 og upp í 5, 5 og upp í 10, 10 og upp í 15 og 15 og upp í 20. Nú er ég ekki með þátt í 20 flokka, heldur bara 4. Maður er alltaf að meta svolítið hvað gögn maður er með, stundum fáiði leiðbeiningar hvað flokkarnir eiga að vera stórir, en stundum fáið það ekki. Þá er ágætt að miða við að flokkarnir séu ekki færri en 4 og kannski ekki fleiri en svona 7-8. 4 til 6 er mjög heppilegt. Og við förum í gegnum gögnin. Fyrsta talan er 4, hún er hérna. Önnur talan er 2, hún er hér. Og 3 er hérna frá 1 upp í 5. Svo kemur 8, hún er hér. 2 er hér. 4 er hér. 11 er hér. 6 er hér. 12 er hér. 15. Nú vandast máli því að 15 er á 2 stöðum. Það er bæði í þessari línu og þessari. Þannig að hvoru megin er 15? Jú, 15 er í þessari línu vegna þess að hér er jafntókumerki. Sjáum það er auka strekinn undir sem þýðir að þetta er tölur frá 10, ekki 10 með, og upp að 15 og 15 með af því það er jafntókumerki hérna. Hér er ekkert jafntókumerki. Þannig að ég geri strek hér fyrir 15. 6 er hér. 3 er hér. 8 er hér. 7. Og samhátt er 5 hér. 6 hér. 1 er í raun og veru hér. Skulum segja 1 eigi að vera þarna. 3 er hér. 17 er hér. Og 10 er hérna. Þá er þetta 9, þetta eru 7, þetta eru 3 og þetta er 1. Og við breytum þessu, þetta eru alls 20 manns, þá gerum við til þess að finna hlutfallslegu tíðnina 7 deilt með 20, 3 deilt með 20, 20. Við fáum út 45%, 35% og ég fæ út 0,45 og 0,35 sem ég breyti í prósent. Þetta eiga að vera 15% og 5%. Og nú ætla ég að gera stuðlaritt. Það sýnir ykkur hvernig það lítur út. Þetta byrjar nefnilega eiginlega í 0 og upp í 5. Frá 5 og upp í 10, 15 og upp í 20. Og svo fáum við prósentunar hérna. 10, 20, 30, 40 og 50. Þetta er tíðni. Merkja ásann alltaf. Þetta eru prósentur. Og nú ger ég svona samliggjandi súlur. Fyrsta súlan nær upp í 45% og ég fylli alveg upp í bilið hérna. Næst voru það 35%, 15% er hér. Nú liggja súlurnar saman og það er vegna þess að gögnin okkar liggja saman.
Þetta eru tölur á bilinu frá 5, 0 og upp í 5, 5 og upp í 10. Og þá myndast svona stuðlarit. Þetta er sem sagt aðstæðurnar þar sem við notum stuðlarit. En þá er þessu lokið.